Kæru Íslendingar, það FM 95 sem heilsar ykkur á þessum svona líka fallega mánudegi. Björn Bragi með ykkur til klukkan 6 og gestastjórnendur mínir ekki að verða endanum. Það Kristján Sturla sem hefur verið með mér undanfarna viku. Velkomin Kristján. Takk fyrir það, kærlega. Og Nilli. Sæll Björn. Já. Sæll og velkomin og takk fyrir að koma. Takk ykkur. Hvað syngur í ykkur ef við byrjum á þér, Kristján? Bara allt ljómandi. Hvernig kemur undan helginni? Bara mjög vel. Jú, hún var bara virkilega fín helgi. Já. Gerði ekki mikið reyndar en... Nei. En, það var bara eina af þessum helgum sem var bara svona gott aðeins að slaka á, sko. Já, en þú Nilli? Ég hef ekki getað orðið þetta betur. Þetta bara svona rosalega bara þægileg helgi. Já, varstu bara rólegur? Já. Engin vakt á BSI? Jú, reyndar, allan tíman, en bara mjög fínt samt. Rólegt í vinnunni bara? Nei, ekki á BSI. Nei, það aldrei rólegt á BSI. Nei. Sko, þetta held ég mesti sólardagur ársins. Rétt. Skilst mér. Og þegar ég hringdi þig á Nelly þá varstu inni að horfa á Friends. Já, það var bara skilur svona. Finnst þér það bara eðlilegt? Það mjög sérstakt. Í sólinni? Já, mér finnst það sko. Nei, alls ekki sko, en mér finnst Friends ógeðslega skemmtilega hættir. Já, það er bara annarkvort Friends eða sólin sko. Ég dett ekki oft í þennan pakka og horfa á Friends. Erfitt val. Já, en þú getur alltaf hort á Friends. Og það er sól svona 3 sinnum á ári á Íslandi. Þú þarft að vera í sérstökum ham til þess að horfa á Friends, finnst mér sko. Það varst að fá bara dreigð fyrir og bara loka glugga á eitthvað svona. Nei. Varstu kannski í út, eða svona, opið út og svona? Nei, jú, það var opið út, reyndar sko. Fórstu með Friends út á ball? Nei, málið ég var fyrst með Friends á ferðardífti-spilunum þegar ég var bara á morgumat sko. Þá var ég út á palli. Já. En síðan einhvern veginn þurfti ég að fara í síman og ég flytti mig bara inn. En hvaða þáttu varstu að horfa á? Ég var að horfa það sem Joey var að saga íbúðina sína og Chandler opnaði hurðina og dettur kolla helminguna á hurðinni. Já, eitthvað skáp. Já. Ok, ég man eftir því. Já. Maður búinn að sjá þetta allt, sko. Ég nefnilega ekki búinn að sjá þetta allt. Ég skammast mér sama fyrir að segja það, sko. Ámar ekki skammast þín fyrir að hafa séð allt? Nei. Ég veit það ekki alveg, sko, því að það er alltaf verið eitthvað, mannstu þetta sem Ross fór og keypti svínið eða eitthvað svona. Ég er aldrei... Það sem Ross keypti svínið? Nei, ég er aldrei inn í því, sko, minnst það svolítið leiðilegt, sko. En samt fólk eitthvað í dag eitthvað, hvað er málið með Chandler? Er það ekki bannað? Jú, það kemur fyrir, sko. Já. Mér Chandler fyndastur af þeim, en ykkur? Chandler? Mér fannst það fyrst, en svo núna einhvern veginn... Það fór svolítið eftir seríum, sko. Mér fannst Friends svo skemmtilegt fyrst, sko. Svo var þetta orðið svolítið verulega þunnt, svona, eftir því sem leið á þetta, sko. Mér fannst þessar síðustu seríur eiginlega bara slæmar, sko. Þegar maður var yngri fannst maður alltaf Joey bestur, sko. Já. Svo Chandler þegar maður var aðeins komið með aðeins meiri þroska. Já. Svo eiginlega var bara Ross eða eitthvað. Já. Ég veit ekki. Ég hef aldrei verið Ross-maður. Ég er komin að það level að finnast Chandler, sko. Ég var Joey-maður, en ég er Chandler í dag, sko. Haldið að við getum haldið upp í vikulum útastætt þessum tölum bara Friends. Örglega. Hvað er málið með Ross að fá sér hennar apa? Eitthvað svona. Ég skil það ekki. Mér finnst að Monica átt að enda með Richard. Já, ég held að þetta gott útvarp. Já. En strákar, við allavega verðum með frábæran útvarpsþátt í dag, er það ekki? Jú. Við ætlum að kenna þessum hnökkum hvernig að gera alveg útvarp. Algjörlega. Ég veit að þeir eru hérna frammi, Heiðar Austmann og Pétur og Rikki G og Yngvi og allir, þeir eru með stílabók og þeir eru með penna. Að punta hjá sér hvernig að gera alveg útvarp. Það er rétt. Kennslustund að hefjast. Eitt af því sem þarf að gera í alveg útvarpsæti, það er að spila góða tónlist. Hérna maður sem kann að gera góða tónlist, hann heitir Pitbull og vinkonan Jennifer Lopez. Pitbull. Það er ekki hægt annað en að svifta sig klæðum og byrja að dansa þegar þessir fallegu tónar heyrast. Þetta eru Jennifer Lopez og Pitbull og lagið Dance Again hér í FM 95. Hér í sólinni inni. Hér í sólinni inni. Það er rosalega heitt hérna í stúdíónu. Það var hérna aðeins úr. Við vonum bara að allir landsmenn, eða sem flestir séu utandyra. Það ætti eiginlega bara að vera engin starfsemi á svona dögum. Já, það er svolítið þannig, sko. Það er svo erfitt erfitt að lifa inni. Já, það er erfitt að lifa inni. Á svona dögum. Sko, þannig almennt. Ekki almennt. Sko, það eru nokkru svona frídagar, svona rauðir dagar, þú veist, það sem eru gefin frí, skilur eitthvað annar í, þú veist, pálmasunnudegi eða eitthvað svona álíka kjaftaði, sko, sem að skipta okkur svo litlu máli einhvern veginn í dag. Þú veist, mér finnst þér að taka svona 3 svoleiðis daga og bara hætta að vera með frídag á þeim og bara ef það er sól, þá bara búm. Ef það fer yfir ákveðin gráður. Já, bara yfir 16 gráður, þá bara það komið yfir 16 hér. Við lýsum yfir frídegi og það bara... Frídagur, við lýstið yfir í dag eitthvað svona, eins og það er frí í skólum, þú veist. Já, nákvæmlega. Við byggjum fólk að halda sig heima við, eitthvað svona. Já. Og það væri mjög sniðugt. Og það var bara bannað að láta fólk vinna, sko. Já.
En hvað með samt, þú veist, ef maður hugsa samt, myndi þá bara enginn vinna? Bara strætóbílstjórar og allt myndi liggja niður, eða væri það bara ákveðin? Ég veit ekki alveg, sko. Flækir það smá, sko. Eins og kaffihús á Austurvelli. Ég að segja, maður geti kannski ekki gert allt, eins og ég get ekki farið í sunda þegar það væri enginn að vinna í... Ok, mér finnst að þetta ætti að vera þannig að sérst, allir eigi að fara að hafa möguleika á að vinna úti. Þú veist, þú ert kannski á kaffihúsi eða að vinna í maturubúði eitthvað svona, að þá getur þú afgreitt utandyra. Ég skil að það er svona skylda að vera með all fyrirtæki alls að þetta vera með svona færanlega kassa og svona til þess að færa út. Getur bara dreigið þakið af svona, þú veist, eins og svona nútíma fótboltaleikvöngum. Já. Til þess að sólinn kem inn. Ég meina, af hverju það ekki? Það væri... Það er bara fáránlegt að það sé ekki þannig. Ég skil það ekki. Þú veist, hvað ætlar ríkisstjórnin að fara að gera í þessu máli? Þetta er fáránlegt. En talað frídaga, Nilli, nú varst þú hérna, það var þjóðhátíðardagur Frakka núna Helgina. Já, til hamingju með það. Þakka kærlega fyrir. Bastilludagurinn. Bastilludagurinn, 14. júlí. Já, hvað var hann á föstudaginn eða? Nei, laugardaginn. Laugardaginn. Já. Og hélstu upp á hann? Já, skilu, þarna, nei. Ég gerði það reyndar ekki. En hugsaðiru, það er Bastilludagur í dag? Já, ég vissi að það væri Bastilludagur í dag. Og hvernig leiðir? Heyri, mér leið bara svona skemmtilega. Það var góð ópera kvöldið í sjónvarpinu á stöðinni Arte. La Traviata. Horfðir á hana? Réttur. Var það La Traviata? Var það La Traviata? Já. Nei. Einu ópera sem ég veit hvað. Já, Vá. Jú, í Bastillu-óperunni. Ok. Í Paris. Og horfðir á hana? Já, svolítið. Eða það sem eftir var að henni. Með mömmuðinni? Nei, reyndar ekki. Nei, reyndar ekki. Bara einn. Ok. En vissir þú, Björn, að ég á minn nafnadag? Nafnadag? Já, 8. júlí. Já. Það er dagur heilags Tíbó. Já. Heilagur... Segð mér eitt, talar þú reybrennandi fransku? Ekki stakt orð. Nó, ok, það er að tala fransku. Hann talar ekki einu svona íslensku. Hvað meinar þú? Það talar bara svona 90% íslensku. Ég er nefnilega kann smá í fransku. Já. Og ég tala smá við þig. Já, gerða. Gá hvort þú skilir mig. Je m'appelle Christian. Ah ouais? Je suis un Islandais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Niels Bouchirette. Je s'habite à Reykjavik. Oh. Avec ma mère et mon frère s'habite à Paris. France. Tu parles un peu français, oui. Ah ouais? Ah, merci. De rien, merci. Haldið það svona 10 manns myndur hlusta út á sáttinu ef hann fær allir fram á frönsku? Mér finnst vanta, ákveður ég get þáttur hérna á frönsku? Kannski ekki á frönsku, það er kannski hvert innslag. Væri ekki eðlilega að vera á pólsku? Jú, segjum að það er 2 tíma þáttur, en hvert innslag, eins og núna eftir tónlist, væri á mismunandi tungumáli. Þannig að kannski eftir, þannig að þeir sem væri kannski frá Pólandi eða einhvers staðar, þeir myndi alltaf hlusta þá, það er að koma hérna svona innslag. Er þetta framhald af pælingunum fólk sem talar nokkur tungumál í einu? Já. Sem talar bæði ensku, íslensku og spænsku í sömu setningu? Og þannig er þetta fleira fólks. Já, þú segir það, ég segja enginn munir hlusta. Halló, je m'appelle Kristján, my name... Nei, ég það er ekki hægt að tala svona, sko. Nei, þetta en þetta gæti orðið samt geðvitt international, sko, þáttur, bara FM 957, eitthvað fólk í Júgóslavíu, eitthvað. Í Júgóslavíu? Já, eða skilu... Hvaða ár er hjá þér, Níels? Eða bara þarna, í Austantjálslöndunum, þarna, bara eitthvað... FM 957, skilu. Ég kann að segja bolti á pólsku. Hvernig er það? Pjúka. Pjúka? Já. Akkur kannst það? Akkur kannst það? Ég veit ekki, það er strákur í félagsmyndstöðum sem er... Sem kendi þér þetta? Sem kendi mér þetta, sem er á pólskum mættum. Ég kann að segja Dzień dobry. Hvað segir það? Ég held að þið er góðan dag, eða halló, eða svona eitthvað svolítið, svona greeting. Já. Það væri ekkert galið að fara að læra svona smá, svona allavega að bjarga sér á pólsku. Ég þarf að fá hann til að kenna mig meira, en sko, það er gaman að kunna mörg tungumál, sko. Og ég líka bara nokkur orð, eins og frönsku til dæmis. Ég get alltaf sagt bara, je m'appelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je suis pas l'un pour français. Það er eina sem ég kann, sko. En allir bara, wow, þessi. Þessi gaur, sko. Þetta er góða punktur, ef maður lærir eitthvað smá margt, sko, þá halda allir á vitur ekki eitthvað mikið, sko. Og svo passar það bara að kafa ekkert meira undir yfirborðið. Ég er nefnilega með góða pælingu annað, sko. Pælingin með svo að, þú veist, þú vilt vita til dæmis mikið um bíómyndir, í staðan fyrir að vita hvað allir leikararnir heitir eitthvað, þá veistu svona hvað gaurinn sem klippir myndina heitir, kamerumæður. Það sem bara, já, þetta er hérna Wally Pfister, hérna, það er helviti góð kamerumæður. Og þar með þú bara búin að, þú veist, segja við alla að þú ert bara fáránlega klár í bíómyndunum og enginn þorir einn svona efast um þig. Veistu hvað þú ert líka búin að gera ef þú gerir þetta í samræðum? Þú ert búin að sjá til þess að enginn er að tala þig. Já, spurning hvort er mikilvægara. Wally Pfister klippti þessa mynd. Af hverju tókstu röddina mína á þetta? Hvað er að þér? Þetta er mjög vel skotið hjá honum og hérna... Elsku Kristján minn, elsku... Sko, Wally Pfister, hann klippti þessa mynd... Björn minn. Nei, þetta ekki vera. Nei, fyrir ekki það, Níels. Skemmta lag, eða? Já, sendi mér lag.
Kristján, þú þekkir þessa tóna? Þetta er uppáhaldslæðið. Ég held að við alltaf að spila þetta lag síðan ég kom inn. This is Love, will.i.am og Eva Simmons. Ástin ræður ríkjum hér í FM 95.7. Indislegt Ástin, maður. Ástin. Lifir Ástin að eilífu? Dugir hún ekki að eilífu? Er það ekki lagið? Jú, dugir að eilífu. Hvað er málið með það? Dugir að eilífu? Er það svona einhver léleg þýðing á lasts forever? Eða er það Love lasts forever. Þetta er sama ennsku på þess. Love. Er það ekki? Nili? Jú, ekki spurning. Já. Love. Last forever. Maður getur sagt bara laugh. Það er laugh. Það ljómar eins og love. Are you laughing? Are you laughing now? You say No, I'm laughter, laughing. and I say laughter. Prófið að segja, ég var að hugsa að því að prófið að segja, það er ekkert vel gert ekkert. Það er ekkert vel gert ekkert. Það er ekkert vel gert ekkert. Það er eins og þessi 3 orð alveg eins. Ekkert, vel gert, ekkert. Ekkert vel gert. Það er ekkert vel gert ekkert. Það er ekkert vel gert ekkert. Það er skemmt, þess að segja bara ekkert eins og. Það er ekkert ekkert. Þetta eru fordómar gagnvart fólki sem heita Eggert hér í FM 95. En Segir það nú kannski ekki. Strákar, það er komið að Nilli var að færa þig kaffi, er þetta eitrað? Hvað það var? Hesti niður á mellar. Herðu, það er komið að slúðri, strákar. Já. Slúðupakki dagsins. Og þetta er erlent slúður. Slúður. Þetta er ekki eitthvað svona þessi og þessi fór í sleik. Þetta er Hollywood slúður. Eru þið tilbúinir í þetta? Ekki alveg. Jú, núna. Þá ætla ég fyrst að segja ykkur frá því að, sko, J.Lo og Steven Tyler eru hætt í Idol sem dómarar, þið vitið það. Þetta kom fyrir nokkur dögum. Ég vissi ekki að J.Lo var hætt. Mér sýnist allavega hún sé hætt allavega með þær fréttir sem ég hef fengið hér í æð, beint frá slúðurveitunni. Nú vilja menn meina að þau hafa verið rekin. Að þau hafi ekki hætt að sjálf, það er einn vilja. Já, Nili, ert þú Idol aðdáandi? Já, það er svona, mér finnst gaman að horfa á þetta, sko. Já. Á hverju ætlaði það að vera rekin? Ég veit það ekki, sko. Örgulega, ég held að við tengst eitthvað peningamálum, sko. Já, Þau eru alltaf með einhverjar hérna 15 eða 17 miljónir sko, dollara á árið eitthvað líka, sko. Þetta eru upphæðir sem að aðeins Níels þekkir. Já, það er stórstjárna. En ég veit ekki alveg. Ég ætlaði bara að segja ykkur að þau voru líklega reikin. Samkvæmt því sem ég hef fengið. Já, ok. Næsta slúður, það er að Madonnu, vinkonu okkar. Ok. Þú verður stressaður. Já, hún sem sagt, sko, hún komst í fréttirnar fyrr í sumar, þá var hann eitthvað að flassa brjóstunni eða gerurtinn á sér í Istanbul í Tyrklandi, náttúrulega við litlar undirtektir, við miklar, sko, mikil viðbröð, en litlar hrifningu viðstæðra, og nú var hann með á tónleika í París, í heimalandi Níels, föðurlandi, og þar flassaði hún bara öllu vinstra brjóstinu á löðskvöld. Já, hún er bara látið allt flakka. Hún let allt vinstra brjóstið flakka og það fór nú engum sögum að því hvernig gestir tóku þessu brjósti, en svo var hún hérna með eitthvað myndband af hérna Marine Le Pen sem er leiðtogi stjórnmálaflokks í Fraklandi, hún er í einhverjum svona hægri öfgaflokki, og það sem að hún var búin að setja hakakross á ennið á henni í myndbandinu. Þannig að Madonna hatar ekki að hneyksla þó hún sé jafngömmul og mamma mín. Madonna er bara að reyna að vera svona umdeild, sko. Já, sko, þú veist. Villi tannanóvolgi. Já. En er þetta ekki, þú veist, ég veit það ekki. Hún alltaf átti leiksigur með Eva Perón, sko. Já, það var fyrir 15 árum, sko. Já. Er ekki óþarf að vera að flassa júlunni til þess að, þú veist, ég meina, hún er fín söngkona. Já, hún er líka búin að gera það eins og ég er ekkert nýtt. Hún er vinsæl tónlistakona. Hún þarf þetta ekkert. Nei, hún þarf ekki að gera þetta. Hvað ætlum hún að segja? Hún er ennþá, hún er einhvern veginn aldrei þroskast bara því hún var þarna unglíkur eða táningur þarna. Nákvæmlega. Syngja Virgin og eitthvað. Madonna, ef þú ert að hlusta, þá eru skilaboð frá Kristjáni Sturlu. Þroskastu, Madonna. Þroskastu! Herðu, hérna, Sage Moonblood Stallone, sonur Stallone, dó helgina. Þetta er mjög sorgleg saga nefnilega. Sorgarsaga. Já. Og hann var ekki nema 36 ára og var hérna nýbúinn að posta einhverjum myndum á Facebook, bara einhverjum 17 klukkutímum áður en hann fannst. En nú bara, menn vita ekkert hvernig hann dó, sko. Þeir segja að það taki 6 vikur að komast til botns í því máli eftir svona einhverja krufningu og læti. Já, mér finnst það mjög sorglegt allt saman. Já, við vitum að vinur okkar Stallone syrgir núna og við sendum honum samúðarkveðjur vegna sonar hans. Algjörlega. Hvað samt gerði sonar hans? Eða þú veist, hvað var hann að gera í lífinu? Svona? Ég veit ekki alveg, sko. Hann var ekkert að leika? Jú, hann lék einhver svona einstakar hlutverk, held ég. Ég las þessa frétt og hann lék einhvern svona
Stallone var í Rocky eða eitthvað svona. Já, hann leik sonan svo eitthvað svona. En hann var samt ekki, sko, hann var ekkert alveg að feta í fótspor pappa gamla, sko. Nei. En hann var aðalega frægur fyrir að heita þessu sérstaka nafni, Sage Moonblood. Sage Moonblood. Já, þetta eins og einhver karakter í Mortal Kombat. Moonblood. Talandi þetta, ég var spá, mætti, var einhver umræðan daginn að skýra börnin sín eftir frægum stjörnum. Mætti ég skýra til dæmis son minn Tom Cruise Kristjánsson. Ekki á Íslandi. Nei. Hún mættir erlendis. Ég mætti erlendis. Þar heita menn bara... Tom Cruise, hvað? Þú veist eitthvað svona... Kondu. Já, eins og Tom Cruise Kristjánsson, hvað ert að gera? Eins og söngvarinn í Manic Street Preachers, hann heiti James Dean. Aha. Og svo erum við eitthvað eftirnafn sem eitthvað Bradley eða eitthvað líka. En hann heiti James Dean, bara í höfuð á James Dean. Herðu, það síðasta slúðrið. Það af stórvinkonu okkar, Miley Cyrus. Eða Cyrus the Virus, Cyrus the fucking Virus eins og við köllum hana. Hún búin að trúlofa sig. Já. Einhverjum Liam Hemsworth. Loksins segja margir, en hún orðin 19 ára gömul. Bittu, var hún ekki í sambandi við Monsieur Bieber? Monsieur je m'appelle Bieber. Hver? Justin? Miley Cyrus? Já. Nei, Níels. Hver var það? Þú ert táningur, þú átt að vita þetta. Hver var í sambandi með honu þá? Hann var með Selena Gomez. Var það Gomez? Frú Gomez. Já. Frú Gomez. Það eru báðar Disney-stjörnur, maður rugglar þessu öllu saman, sko. Frú Gomez og herra Bieber eru saman. Ok. En frú Cyrus og herra Hemsworth, hins vegar, voru að trúlofa sig. Hún ekki nema 19 ára og nú segja vinirinnar að hún þrái að eignast barn sem fyrst. Hlaða í eitt kvikindi sem allra fyrst. Hræra í eina bollu. En þau segja að hún þau segja Miley 19 ára að verða 40. Eða Miley is 19 going 40. Hún eldast þannig hratt. Já, þú veist, hún svona, þau vilja meina hún sé voðalega þroskuð, sko. Sem að uppátæki hennar gefa ekki alveg til kynna. Nei. Hún ekkert alltaf að haga sér almennilega, sko. Þetta var slúðurbaki dagsins. Já. Þú sé ekki bara í sjálfsbleikingu? Jú. Hann samt að þetta myndapiltur, sko. Liam Hemsworth. Já. Er það bróður hans Chris Hemsworth sem leik Thor? Ég veit það ekki spyrja móti slúður, þetta eina sem ég veit sem að ég kom með hérna í dag og þið fá ekki meira slúður frá mér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Lifi stelpurnar helgar Turn Me On Please. Rétt eins og David Guetta og Nicki Minaj. Topp tónlist, strákar. Þetta topp tónlist. Hérna ekki kona dagsins, ef ekki bara ársins, Annie Mist. Annie Mist? Já. Cole? Nei, ég segi ekki spurning, sko. Þetta engin smá afrek sem ekkert smá afrek sem hún var bara þvílíkt vinnum helgina. Þvílíkt hjá henni. Maður svo stoltur af henni. Já. Og maður svo stoltur, sko, þetta smásálinn í okkur, sko. Það þið verður svo fá. Þegar einhver Íslendingur vinnur svona flott afrek, þá verður ég svo stoltur. Þetta er bara yndislegt. Maður þegar maður sá þetta, maður var bara... Þetta er með einhvern veginn svona bara... Var þetta viðbröðin? Nei, þú veist, maður svona einhvern veginn svona... Únaði með, einhvern veginn smá svona... Ég er sammálunni, sko. Hvernig voru þín viðbröðin, Níli? Þau voru svona... Flott hjá henni. Þetta var bara svona... Maður verður alltaf svo ánægð. Æ, ég þegi þið. Maður verður svo ánægð. Flott hjá þér, Annie. Ég var eitthvað kannski alveg svona... Ég fór að hágráta. Nei. Nei, þú ert að ljúga. En þetta er alveg ruddalegur árangur, sko, líka 2 ári röð og hún, byrjaði ekki eins og neitt sérstaklega vel, sko, svona á hennar mælikvarða, byrjaði móti ekkert sérstaklega, en rúllaði sér upp. Við erum mjög stolt af henni, en svo... Þetta er bara alveg frábært. Svo fær hún $250.000 í verðlaunafé, sem þýðir að hún er búin að fá $500.000 á einu ári í verðlaunafé. Og ánáttúrulega bara ekkert minna skilið. Nei. Því að þetta meira eitthvað er. Já, þetta er ekki nóg fyrir hana. En hún þarf náttúrulega, sko, nú sá ég frétt á MBL að hún þarf að borga tæplega helmingina af þessi skatt. Já, þetta. Skattmann tekur alltaf sitt. Það er ríkisstjórnin. Já. Við kannski njótum góðs að því. Nilli nýtur góðs að þessu. Já. Nei, Nilli, þú ert nú harðduglegur og vinnandi maður. Já, það kann kalla fyrir sömuleiðis. Ég verð stoltur af þér ef þú nærð að klára 42. Marathonið? Já. Þú ert nú aldrei ekki að ráðast á garðar mann lestur. Nei, takk fyrir það, strákar. Hvernig gengur? Það gengur fínt. Ég er að hlaupa svona eins mikið og ég get bara. Já. Reyna að fara svona
4 til 5 sinnum í viku. Hefur aldrei verið að hlaupa, og svona sem fórst sem fólk byrjar að hlaupa með þér? Ég hef oft hugsað þetta atriði, sko. Já. En það hefur ekki gerst hingað til. Ég hleypa á svolítið skrýtnum tímum. Ég er svolítið að hlaupa seint á kvöldin. Já. Og sko, kannski það því að ég er í svo þröngum buxum og það sést svo vel í pungin á mér. Þannig að ég þori ekki að hlaupa í dagspyrð þegar það skildi vera einhver börn og gamla konur og eitthvað. Það er bara ekki horfa á þetta sem þú átt með hérna. Já. Þú veist þannig að, en það er samt svo gott að hlaupa í hlaupabuxum, sko. Já, það betra? Já. Er þetta buxurnar sem átt að planta mér í þarna nýþröngu þegar ég var að byrja í crossfitinu? Manstu eftir þeim? Ég man eftir þeim. Svona medium? Þetta er ekki sömu buxur en þær eru mjög svipaðar. Já. Maður þarf að vera svolítið fitt eða ekki til að vera í svona buxum. Jú, en ég er líka... Ég hef alveg séð menn sem eru ekki fitt í svona buxum og það er ekkert sérstaklega, þeir eru bara að hlaupa helst bara í lokuðu rýmum. Já, svona, eða þú ert með stóran rass meinar og svoleiðis. Já, bara, já. Lærin, allt, sko. Ég nefnilega, sko, er hægt og rólega að hverfa, eða allavega lappirnar á mér. Þær minnka með hverju hlaupinu, sko. Og þær eru orðnar bara eins og þegar ég var 5 ára, sko. Spóaleggir. Já, ég er að fá spóaleggi af þessum hlaupum. Hvað ætlar að gera þá hverfur alveg? Þá, sko, þá verður ég bara svona hollow man. Ég leip bara, það verður bara föt og enginn líka mig sem að leipur. Nei, en þetta er gaman. Ég er að fá hlaupabakteríuna, sko. Líka, þú veist, var núna að skrá mig á hlaupastyrk og hérna, þú veist, ætla að heita, fá fólk til þess að heita á mig og ég ætla að safna fyrir Krabbameinsfélag Íslands sem að gefur manni enn meiri kraft að vera. Ég ætla að heita á þig. Takk. En þú, Nelly? Ég mun heita á þig. Takk fyrir. Já, ég hvet náttúrulega alla bara til þess að kíkja inn á hlaupastyrk.is og heita á mig eða einhvern annan hlaupara. Getur við gert það núna bara, eða? Já, það er minnstamáli, ég held síðast. Ég var bara að skrá mig í gær, ég var ekki komið með neitt þegar ég kíkti í gærkvöldi. Þú verður komið með eftir smá. Já, en ég ætlaði að fara svona þess að auglýsa þetta og fá hérna, svona að fara að spamma á vini mínu og svona. Að gera, ég meina gott málefni. Mjög fallegt málefni, sko. Já. Þú er svolítið góður með beini, Björn. Ég vissi ekki að byggir við þessu. Ég virka vondur, en ég er góður inn við þeir innst inni. Þar er ég góður. En þetta lag er spilað fyrir afmælisbarn dagsins sem heitir Gugga og er í Borgarnesi. Where have you been með Ríönu spilað fyrir afmælisbarnið Guggu og FM 957 óskar henni til hamingju afmælið. Til hamingju. Til hamingju Gugga. Gugga, það er komið það? Gugga. Herri Nili, þú ert svo djúpt sokkin í tölvuna, hvað ert að skoða þarna? Engamál.is. Já, ertu skráður þar? Nei, ég er reyndar ekki skráður. Akkur ekki? Þú ert laus og liðugur. Ég veit það. Ég veit það ekki. Akkur skráður þig ekki bara? Ég veit það ekki. Ert þú þarna skráður? Nei. Kristján? Nei, ég er ekki skráð með það. Ekki ennþá. En mér er bara svo merkilegt sko að það eru sko eins og mikið af bullakantum sem eru til þarna en þá er svo einlægt fólk að minni sko. En byrju, hefur ykkur að fordóma eitthvað þessu? Alls ekki sko. Það eru 121.819 mann skráðir inn á engamál.is. Íslendingar eru 319.000. Það er mikið að þessi bull samt. Þetta er rúmlega helmingu þjóðarinnar. Ok, segjum að einhverju þúsund eða einhverju nokkur þúsund sem eru bull þá er þetta samtalið, nei ég sagði rúmlega helmingur, ég meinti þriðjungur. Ég meinti rúmlega þriðjungur. Þetta er cirka þriðjungur þjóðarinnar. Það er engin smá tala. Nei. En hvað er má fólk ekki fara á engamál.is til þess að reyna að kynnast mögum? Auðvitað. Ég er enga fordóma gagvart þessu. Hefur þú einhver ráð fyrir fólkinu að núti? Hvernig er svona best að setja upp prófílinn á engamál? Nei, en allan ekki svona eins og ég er að horfa á þessa sem er bara með brjóstin sín á prófæl og ekki andlitsmynda henni, það er bara brjóstin hennar. Hvað heitir hún? Þetta er nafn, þannig ég ætla ekki að gefa það upp. Ok. Þetta er samt... Þetta er nafn. Þetta er ekki eins og eitthvað svona hei, stelpa, heitur 23. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Það, svoleiðis er alltaf svolítið skrítið svona eitthvað, þú veist, heitur 23 og svo bara mynda tippi eða eitthvað álíka. Það er svona... Skilur það ekki alveg, sko. Nei, en það náttúrulega þetta er fullt af fólk sem notar þetta. Algjörlega, ég held að mörg sambönd hafi komið bara
Það var mjög... Já. Ég held að sé alltaf meir og meir það að fólk sé að kynast í gegnum neti, kannski ekki endilega einkamál, en ég meina Facebook eða eitthvað. Það var aldrei nema nokkra til að skemma fyrir öllum hinum einhvern veginn. En talandi þetta, þá var ég að lesa skemmtilega frétt. Svona, að því að við erum að tala að kynast í gegnum samskiptasíður. Þá sem sagt 23 ára kona, hún í vandræðum núna í Bandaríkjunum. Af því að hún var að láta 15 ára strák barna sig. Sem sagt hún 23 ára og hann 15 ára, drengurinn sem hún svaf hjá. Og hún orðin ólétt eftir hann. Það var góður. Þau kynntust fyrir ári síðan, eða sko minna, þau bara fyrir einhverjum nokkrum mánuðum, á MySpace. Það sem sjokkar mig, ég held ég veit hvað þú ert að segja. Að þau hafi kynst á MySpace. Hver ennþá að nota MySpace? Ég held að það ekki bara gaurinn sem allir eru vinir, sem stofnaði MySpace. Tom. Hérna það ekki. Ég átti ekki MySpace. Ég átti MySpace, ég held að sé ennþá ég held að prófílinn minn sé reyndar ennþá uppi, sko. Það bara eyðunum. Já, ég þau voru eitthvað að ljúga til aldur, sko, hann sagðist vera 18 ára, sko. Já. En hún komst síðan að því hann væri 15, sko. En hélt samt áfram að vera með honum, sko. Og varð ólétt eftir hann. En það sem sko, já, spurningin fólk ennþá að nota MySpace og hvað þá til þess að kynnast mögum? Kannski hafa þau ekki uppgöt á Facebook. Kannski vita þau ekki af Facebook. Nei. Ég ætla að segja einhver sem veit ekki af Facebook. Sem bara, einhver tala kannski við núna bara Heyrðu, þú búin að frétta með hann VF þarna sem maður getur bara kynnt fólki Facebook.com held ég að neyti. Hvað er þetta? Tjöttum og eitthvað svona voðafínt. Getur bara tjattaði alla og... Já, við vorum nú, Kristján, að skoða þetta. Hvað voru ekki 70 og eitthvað % Íslendinga á Facebook? Jó. Það rosalegt hlutfall. Það rosalegt. Af því að þú veist, það náttúrulega sko, Íslendingar sko eru náttúrulega líka börn og svo eru gamalmenni sem ekki að nota þetta sko. Það samt fullt að það hefur aukist mjög mikið að gamalt fólk á Facebook. Já, nákvæmlega. Og oft kann það ekkert, eða svona, þú veist, það svona, oft hagar sér svolítið svona sérstakt. Var ekki einhver frænka þín sem var... Jú, ég var eina svona sem að... Profile. Já, sem svona duglega að kommenta og veit kannski ekki alveg hvað hún ætlar að segja. En nóg Facebook umræðu fáum örstuð skilaboð. Afsakaðu mig, þegar þú segir að þið takið aðeins við reiðufé, hversu reiðar þurfa kindurnar að vera? Alveg brjálaðar eða nóg að það séu bara kumpnar? Mastercard Fékort saminar kosti þess að nota reiðufé og greiðslukort. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sagtu Fékort á kreditkort.is. Upplifðu Íslands öðruvísi í sumar. Bókaðu þitt sumarandri strax á rafting.is. Active Rafting. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Áttaviltir elska iPad. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Fyrir strákana okkar á Ólympíuleikunum. Coca-Cola. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Kynntu þið stuðlana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. FM 95 Blöð. Á FM 95. Heitir Þú ert mín og ég hef heyrt að það sé einstaklega vinsælt hjá flugfreyjum þessa lands. Í alvegni? Já. Af hverju ætlaði það sé vinsælt hjá þeim? Það er að þær eru að ferðast mikið, svo koma þær heim og þá vilja þær heyra eitthvað gott íslenskt reggae-skotið með fallegum söng Valdimars. Helgi Július honum vilið. Þetta er einstaklega falleg rödd hjá honum og... Einstaklega falleg? Já, einstaklega fallegt. En Kristján, þú ert búinn að vera hérna núna 5 sinnum, þetta er 5. skiptið þitt sem að þú ert hjá mér. Þú ert þannig bara gamall í hettunni hérna í FM 95 Bíó. Nili, þú hefur verið áður, ekki svona oft samt. En ég hef samt tekið þig í hraðspurningar, Nili, en ekki þig, Kristján. Já. Nú komað þér, vinnur. Það er komið... Er þetta eitthvað að maður er eitthvað stressað fyrir þetta? Nei, þetta er bara hefðbundið, sko, þetta er bara svona þig og ég er ekki að fara að spyrja eitthvað svona... Það eru krakkar, Þetta er ekki, sko, hvað er höfuðborg Egyptalands eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara svona þig, skilur. Þú ert bara að hreinsa hugan og svona. Ég gæti þurft að það eru kannski úlingar í félagsmyndstunum að hlusta. Já, en þú veist, þetta er ekkert gróft, sko. Nei. Ég hef ekkert að fela, sko. Það er greinilegt þú hefur eitthvað að fela.
Nei. Við skulum reyna... Spurðu bara hverju sem er. Já. Ég svara bara. Þú segir bara alltaf það fyrsta sem kemur upp í hugan. Já. Nili, þú ert dómari Nili. Ok. Og þú verður að segja honum, berja hann áfram ef hann er ekki að svara strax. Ok. Tilbúin, Kristján. Það er standa? Já, þú mátt standa. Ég verður að standa með honum, það. Ætlar að standa með honum eða að standa við hliðina á honum? Takk fyrir að standa með mér. Bara bæðið, sko. Þetta er mjög skrítið. Þetta er ekkert svona erfitt, sant, Kristján? Það er bara alltaf fyrst sem kemur upp í hugan. Já. Mátt ekki hugsa. Nei. Þá er það besti matur. Hamborgari. Besti drykkur. Pepsi. Besta bíómynd. Star Wars. Besti sjónstáttur. X-Files. Ef ég fengi eina ósk myndi ég... Koma svo! Bara óska með miljónóskir. Ömulegt. Fallegasta kona heims. Svaraðu. Mamma. Hvað finnst þér fallegast í fari kvenna? Bara, Svaraðu. Út með það! Fallegast? Já. Koma svo! Bara séu bara... Fallegastu konur, hvað finnst þér? Bara séu Áfram, Kristján! Bara... Ég hækka í þér, þú stressa þig. Nilli er... Skemmtilegur. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri myndir þú sofa hjá? Ég myndi sofa hjá svona ljóninju. Það besta við að spila með Jóni Jónssoni er? Bara hvað hann er frábær. Jón Jónsson er með stórt hjarta. FM 95 blöð, FM 95 bjö. 95 bjö. Pepsi eða kók? Pepsi. Lifa eða deyja? Lifa eða deyja? Lif eða deyja? Lifa eða deyja? Lifa. Ok. Þetta var ekki nógu góð svör, sko. Nei, þú klúðraðir svo algjörlega þarna. Má ég leiðrétta nokkuð svör? Nei, það er alltaf fyrsta. Förum við ekki yfir svörin? Jú, við förum við, besti matur hamborgari. Já, það er bara svolítið búið að vera það lengi, sko. Já. Góður hamborgari, ég meina hamborgari, það er ekkert allir hamborgarar. Með frönskum þá? Nei, bara þú veist svona, juicy góður borgari, ekki þú veist, shoppuborgarar og svona. Okay. En búlluborgararnir? Já, þeir eru góður, sko. En aðalega er ég svona fyrir svolítið ameríska borgar. Já, ég skil þig. Ok, besti drykkur á Pepsi, besta bíómynd Star Wars. Þú ert svona Star Wars lúði? Já, það er mjög erfitt að segja. Ég segla Star Wars að því að það bara svona mótaði mér svo mikið í mitt líf, sko. En ég á fullt af bíómyndum í dag sem ég svona eru betri, þannig séð, en... Ok, ef við fengi eina ósk, það var mjög lélegt. Fallegasta kona, mamma, það var engin klísja. Nei, ég veist, fallegasta... Frumlegt svar. Ég sko, þú veist, eins og þetta er eins með konundar eins og með bíómyndar, skilur, ég menna að segja eitthvað eitt svona, það er svo erfitt og mamma er náttúrulega... Konur eru bara eins og bíómyndir. Já, konur svolítið. Mamma er auðvitað frábær, skilur, og hérna... Og enda falleg í þokkabót, eða ekki? Já, falleg og hérna, og fyrirmynd mín í lífinu. Eina af þeim, eina af mörgum. Þetta er fallegt. Við tárum stýri FM 95 björn. Já, takk. Ef þú yrðir að sofa á dýri, þá er það ljóninja. Já. Það er vandræðilega við þetta að, þú veist... Að þú hefur gert það. Það fyrsta sem ég hugsaði var Lion King. Ég veit ekki okkur. Jésús. Hét hún Nala? Nala, já. Af því hún var... Sexy. Hún var svolítið sexy. Ok. Mönnu ekki þegar hún var komið með hérna... Ok, ég ætla ekki að fara út í þetta. Þú myndir sofa hjá svíni, eða ekki? Nili, nú stoppar þú. Herðu, Jón Jónsson er með stórt hjarta, segiru. FM 95 bjö, frekar en FM 95 blöð. Það er alltaf hlutur. Það er skiljanlega ástæðingur. Já. Ég veit ekki hvort ég fengi að koma í FM 95 blöð. Nei, akkur ekki. Jú. Þetta voru fínar hraðspurningar. Nili, varst ánægð með þetta? Já. En af hverju er alltaf svo mikið pressa að maður koma eitthvað fyndið, sko? Með þess að X-Files ekkert eitthvað... Nei, já, X-Files, það er endar... Já. Það er líka eins og Star Wars, sko. En þú veist, í dag er það eiginlega, þú veist, það er alltaf aðri þættir, sko. Ég meina, X-Files er eitthvað best í dag. Ekki kannski Friends, en ég meina, Breaking Bad eða Sopranos. Seinfeld. Og bíómyndir, skilur, það er af nógu að taka. Eins og þú segir sjálfur, konur og bíómyndir, þetta er bara eins. Það er af nógu að taka. Já. Þetta var Kristján Sturla í hraðaspurningum en nú höldum við áfram með góða tónlist. FM 95 bjö með ykkur til klukkan 6. Björn Bragi, Kristján Sturla og Nili. Já. Það er fínur. Já. Það er fínur. Krist, verðið að hætta með þessa frönsku. Þetta er ekki hægt lengur, sko. Skam. Hvað er þetta að segja Björni? Skammist ykkur báðir. Hætti þessu. Kristján, þú varst með einhvern leik. Hvað sprelli leik? Hvað ætlar að bregða leik? Nei, mér datt í hug að prófa, ég veit ekki hvernig það kemur út samt, sko, en hérna taka svona
útlensk, úr amerískum Hollywoodmyndum, quote, quote á íslensku væri þá tilvitnun, og þýða yfir á íslensku, og gá hvort að þið vitið hvað mynd það er. Ef ég setja eitthvað kvikmyndatónlist undir? Já, endilega. Sett eitthvað svona spennandi. Ok. Svo Star Wars theme song eða eitthvað. Alltaf ára millarinn að finna eitthvað hérna. Já, og ég ætla bara að lesa svona nokkuð kvot. Þetta er eiginlega annarkvort ógeðslega auðvelt eða ógeðslega erfitt. Og og úr alls konar myndum hérna. Ég bara fann eitthvað lista hérna. Hvað er þetta að setja? Eitthvað Inception? Já, það er þetta ekki byrjun að laga Inception, það er ekki svolítið stutt. Jú, byrja að setja eitthvað lengra. Ok. Er þetta langur leikur? Nei. Vá, nú finnst mér sem ég þarf að lesa ekki að trætt. Ok, tilbúin í fyrstu setninguna? Já. Bjössi, er til? Ok, hvernig virkar leikurinn? Ég segi bara á íslensku. Já, ef að segja bara bling eða eitthvað. Já, þið segir bara, reyna að gíska bara. Þið megið alveg svar, þetta er ekkert endilega keppni á milli ykkar. Ok. Jú, þetta er keppni. Jú, ok, keppni á milli ykkar, já. Ok. Tilbúinir? Molly, ertu í hættu, stelpa? Molly, are you in danger? Þetta er ekki keppni að þýða setninguna, Níls. Þú var að segja hvað myndið er? Ég segi pass. Já. Pass. En þú? Pass. Þú er Ghost. Molly, you in danger, girl? Ok. Næsta mynd. Hélstu að myndi vita þetta? Nei, ég segi, þetta er annað ógeðslega erfitt eða frekar ógeðslega létt. Ok. Næsta er... Þú getur ekki ráðið við sannleikan. Já, herru. Þetta eru voru Few Good Men. Það er rétt. Takk. 1-0 fyrir Bjössa. Jésús. Já. Ok. Ég er Guð. Ég er ekki Guðinn. Ég veit ekki. Ha? Nei, ég hugsa ekki. Ég er Guð. Ég er ekki Guðinn. Ég hugsa ekki. Getur þið aðeins að hækka þessu? Ég er Guð. Ég er ekki Guðinn. Ég hef ekki hugmynd. Má ég giska? Já. God Almighty. Nei, þetta er sko I'm a God. I'm not the God. Hvaða mynd er God Almighty? Bruce Almighty. Bruce Almighty fyrir ekki. Ok. Þetta er Groundhog Day. Ok. Næsta sendinga er frekar auðvilt. Velkomin í Juragar... Nei, hún er... Jurassic Park. Já. Það er rétt. 2-0 fyrir Byrni. Næsta sending, tilbúin næsta sendinga. Já. Vertu upptekinn við að lifa eða vertu upptekinn við að deyja? Get busy living or get busy dying. Get busy living or get busy dying. Nei, þetta er svona... Já, 8 Mile. Nei, Ég man ekki úr hvaða myndir þetta er, ég hef satt heyrt það þar. Er þetta ekki bara eitthvað 50 Cent? Nei, þetta er Shawshank Redemption. Ég var svo nálagt. Alveg rétt. Hvernig varstu nálægt í þú þegar 8 Mile? Ég tengi þessar myndir alltaf saman. Þetta er eitthvað fangelsi og eitthvað svona. Nei, 8 Mile er með M&M. Þú ert þau sem Green Mile. Green Mile fyrir ekki. Nú verður aldrei sagt það sem þú ert að meina. Ok, og síðasta spurningin. Leið og ég held ég væri útur, þá tóguður mig aftur inn. Leið og ég held að ég væri komin út, þá tóguður mig aftur inn. They pulled me back in. Þessa setningu hef ég heyrt samt. Just when I thought I was out. Ég leiðist ekki, sko. Ég er ekki með þetta, sko. Það er hækkað að sé þessu. Er þetta ekki mjög fræg bíómynd? Jú, mjög fræg. Samt svona örlítið gömur. Trilógíu. Sko, þetta er nefnilega þeirra... Godfather? Númer hvað? 2. Ég segi 3. Ég segi 2. 3 er rétt. Yes! Já, þetta er jórið gott bara. Þetta er aðeins. Þetta er mjög gott. Ég náði mér 1 stig. Hvernig var þessi leikur? Nú er það fínt, sko. Ágætur. Já. En... Ég vann. Já, rétt. Til að hafa ekki með það, Björn. Takk. 2-1 fyrir mér. Í vinning er... Ég er svektur. Er að... 2-1 fyrir mér í kvikmyndaleiknum. Já, og þar með liggur það fyrir Björn Bragi Arnarsson er sigurvegari í kvikmyndaleiknum í FM 95 Björn. Ég vil bara þakka Nilla fyrir góða keppni. Já. En þetta var aldrei hættu, ég ætla alltaf að vinna þetta. Takk fyrir það Björn, við þurfum að hleypa fréttum að. Gaman að vera með ykkur hér í kvöld og sjáumst aftur að við... Það er ykkur hundur í þér? Já, maður, ég ætla að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki bás. Akkur ferð ekki bara ná smálán.is? Vandar ekki bara smá?
Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is. Ekkert stórmál. Ertu á leiðin á þjóðhátíð og finnst þér leiðilegt að tjálta? Kíktu á rentatent.is. 12 mismunandi bragðtegundir á Jójó ís Nýbýlavegi og Snorrabraut. Jójó, ferskur jógúrtur. Happaþrennan kynnir, nýr og skemmtilegur skafmiði. Fundið fé með enn fleiri vinningum. Happaþrennan, skemmtilegt að skafa. Í dag Atlandsolíudagur, 7 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn, Atlandsolía. Síminn á þjóðhátíð gæti verið 581-1515. Wilsons Pizza gerir lífið svo miklu skemmtilegra. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Svo lélega illa leikinn náttúrulega. Þið hægið ykkur ítrákar. Já, það nú aldrei gaman að því. En við ætlum að... Þetta svolítið bylgjulegt. Já, það nú aldrei gaman að því, en við ætlum að byrja okkur í betri frettinum og vinda okkur í... Betri stofuna hér með Níelsi. Segð mér Níels... Nili, þú ætlar að færa okkur nýjustu fréttir af Ben Stiller. Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Ben Stiller sem þetta kom til Íslands og leigir gamalt björgunarsveitarhús sem kallast þarna Þórsbúð eða eitthvað. Já. Nei, Þorsteinsbúð, alls ekki. Þorsteinsbúð og greiddu þeir 3 milljónir krónur samkvæmt heimildum DV. Fyrir hvað? Að dvelja þar, já. Hvað lengi? Það ekki sagt. Er þetta bara eitthvað, þú veist, ef að Ben Stiller vill búa okkur þar, að bara, herri, get ég leikt þetta hús? Og bara, já, fyrir hvernig er þetta? Ben Stiller, já, herri, það eru 3 milljónir króna. 3 milljónir. Það er bara svona dýrt að leigja hérna. Þeir myndi ekkert auka þig, Kristján, fyrir 3 milljónir, sko? Nei, svona... Nei, skilur við. Kannski 50 skall. Þorsteinsbúð, skilur við. Já, ég vil fá að búa þar ódýrt. Hann er að taka upp einhverja mynd hérna. Jep. Borðaði, hvað, á vegamótum og einhvers staðar melkina og eitthvað svona. Það skella sér á Glow, sagðan líka. Já, ég fyrir náttúrulega veitingastæðin. Já, nákvæmlega. Það er svo mikið að frægu fólki að koma hérna. Já. Maður bara hefur ekki við. Nei, en ætlaði það að reyna að fara að spotta Ben Stiller einhvers þar? Mér finnst þetta leiðilegt að hitta ekki Tom Cruise, sko. Já. En hérna... Ég sá konurinn á samt. Katie Holmes? Já. Sjálfurni? Hvað sástu hana? Herri á Akureyri. Nei. Nú? Voruð þið þar? Já, hún var að labba inn á Kea Hotel. Já. Sem sagt, hún var að keyra, við sáum hann að keyra. Já. Ertu vissum þetta verið hún? Definitely, það er ekki hægt að fyrsta svo fríða andliti. Nei. Ætla hann að borga 3 milljónir fyrir gistingum? Að gista Hotel Kea? Þér finnst Holmesarinn glæsilegur, Nilli? Mér finnst hún falleg, sko. Það er þið þá ekki bara flott par, Nilli og Katie Holmes, fyrst að Katie Holmes er hætt með... Er þið ekki drefnir fyrir það? Tom Cruise? Ég veit ekki. Er einhvern síma hérna eitthvað? Þú ert single and loving it og hún líka núna. Já, ég segi það. Já. Ég segi það, sko. Þannig að, en af því að við erum á bíómyndanótum, Kristján, þú fórst í bíó um helgina. Já. Hvað fórst að sjá? Hvort ég gerði. Ég fór hvorki meirinu minna en 2 sinnum í bíó. Ok, hvað sástu? Ég sá hérna Magic Mike. Ok, með hvernig fórstu hana? Ég fór með 2 öðrum félögum mínum. Karlkins félögum? Já, okay. Fannar og Binni. Og hérna... Við vorum, okkur var ekki alveg saman svona í byrjun myndarinnar. Nei, er þetta ekki mynd strip bara? Jú, það var mikið af þannig atriðum. Matthew McConaughey og Channing Tatum að rífa sér mikið úr ofan. Já. Og þið fóru þarna 3 félagarnir. Við fóru 3 félagarnir, en við hérna, það var mjög romantískt. En við hérna, en ég meina maður núna og örgum með sína kallmennsku til þess að geta farið á svona mynd. Ég meina þetta er fín mynd. Er það? Já, hún er fín, sko. Okay. Channing Tatum er, fyrir það sem hafa áhuga að dansi, hann er mjög góð dansari. Já. Kemur með svona mjög flottar, hérna, flott moves. En Matthew McConaughey? Matthew er bara fín líka, sko. Já. Þetta er svona fín mynd, skilju. Þetta er svona ágætismynd sem, þetta er ekkert besta mynd í heiminn. Þetta er svona, maður er svona eftir hann svona, já, svona er lífið hjá þeim. Svona er lífið hjá strippurum? Já, svolítið. Nili, hefur þú eitthvað verið í bíó? Nei, ekkert nýlega. Nei, þú fer ekkert mikið í bíó? Nei, ég gerir það nefnilega ekki. Og þegar þú ferð, þá ferðu bara með mömmuðinni? Nei, svona góðurinn hópi, sko. Jú, já. Eins og þú, Kristján? Já, Nei, ég fór seinast á þarna, hvað hétt myndin? Þarna... Bíódaga?
Það er bara tíma í að reyna að rifja það. Hangover 2 eða eitthvað. Já. Það er eitthvað langt síðan. En hafið þið farið einir í bíó? Nei, það hef ég aldrei gert, en þú? Það hef ég gert tvisvar. Já, hvernig var það? Í fyrsta skipti var það mjög svolítið skrítið. Af því að ég hafði einsett mér það svona einhvern veginn að bara eitthvað, ég fer bara einn í bíó. Það er bara allt í lagi, bara einn í bíó. Og einhver kem eitthvað, okkur má ekki vera einn í bíó. Já, varst ekki einhverju vörn allan tíman? Já, svona, ég svona hugsaði það kannski. Og fórst í nammisörun og bara get ég aðstöða þig. Já, ég er einn í bíó, hvað með það? Já, ég er alltaf að dæma mig hér. En ég ég fór einn og það er svolítið skrítið. Það er aðalega óþægilegt í hléi. Þá svona einhvern veginn og þegar þú kemur, sko. En þú ímyndar þér þegar þú ferð fram, skilurðu, að þú sért bara að manneskjan svo með sitja ennþá inn í salnum. Þú bara ímyndar þér það. Það er hægt, sko. En svo áttar þau leið og sest og það er engin hliðnaður. En ástæðan fyrir ég fór einn, sko, kannski útskýrið það hans. Af því að enginn vildi fara með þér? Spilaði inn í, já. Enginn vildi fara með mér á þessu ákveðnu mynd. En ég á hvaða mynd var þetta? Þetta hefði verið Machete eða eitthvað. Ok. Og er hún góð? Hún var ágætt. Ok. Og nema það að ég, sko, ég segi, það er ákveðin upplifun að fara einn í bíó. Ég mæli með því að fólk prófi það, sko. Þetta er svona ákveðið svona út að fara út fyrir komfortzónni, sko. Já. Og þetta er svolítið erfitt, en þetta er einhvern veginn allt öðruvísi upplifun heldur en að fara með einhverjum, sko. Já. Ertu ekki rosalega einbeittur á bíómyndinni? Jú, rosalega einbeittur. Það er engin einhvern veginn að hvísla endinn í eyrað eða eitthvað. Já. Og ég til þess að nefnilega nokkra þannig vinni sem er alltaf að reyna að fatta endinn áður en hann kemur. Bruce Willis er bátur. Nei. Og svo svona rétt á hann endurinn kemur, eða svona þegar hann er að þá alltaf svona breytum. Nei. Hann er morðinginn af því hann heldur að hinn sé morðinginn og far. Og maður er bara svona, heyrðu, gaur, aðeins. Slagur félagi, sko. Slaka á. Þannig að þú vilt frekar bara vera einn. Nei, það er líka rosalega gaman að fara með félagum sínum. Það er svo pirrandi. Hefur þú farið einn í bíó, Björn? Nei, ég hef aldrei farið einn í bíó. Ég farið einn í sund. Já, þetta er svona en einn að út að borða. Þú veist, ég hef náttúrulega farið og keipt með mat, fattar við. Já, en svona einn að vera mót. Ég hef ekkert farið eitthvað fancy, bara eitthvað, þú veist, á Ítalíu, bara einn. Já, áttu von á öðrum? Nei. Ég er bara einn í kvöld. Herðu, já, við getum það er herbyggi sem þú getur grátið í hérna á bakvið. Það er alveg myrkur þar þú getur borðað matið. Vasaklúta hérna fyrir þig. Nei, leist þú eitthvað mikið af þessu? Nei, ekkert mikið. En ég á það til að, skilur, eins og besta súpan í bænum er þarna í Hvíta húsinu hliðan á Þjóðleikhúsinu, gamla landsbókasafnið. Já. Og þá ferðu þitt þangað og færið. Ég hef alveg gert það. Já. Bara í svona, en ekki á kvöldin. Það er bara, skilur, í eftirmiddaginn eða í hádeginu, sko. Við það sína ákveðin styrk, sko. Já. Það geta verið. En Nili, þú ert meira vanur því að fólk sé að fylgja þér. Ég? Það er bara, skilur, fer eftir, skilur, bara svona, ég veit ekki, fer eftir dögum. Talandi að fylgja einhverjum, þá heitir þetta lag I Follow Rivers og gæti fjallega fólk sem er að fylgja eftir sjónskonu Joan Rivers, eða hvað? Hver veit? Hver veit, þetta er Licky Lee. I Follow Rivers hérna í FM 95 I Follow Rivers. Björn Bragi, Kristján og Níels með ykkur til klukkan 6. Þó ekki api Níels. Hei Níels, hvað er lína langsokkur? Já, Herra Níels. Herra Níels? Hann heitir Herra Níels. Ó, fyrirgjöðu. Herðu, hérna, ég tók eftir einu á Facebook aðan að hérna Sölvi Tryggvason, góðvinnur okkar, sjónvarpsmaðurinn, gett ekki. Sá mæti maður. Sá glæsilegi mæti maður sem er framan á síða hirt, sóló og sætur. Hann skipti prófílmynd tvisvar á sömum bara mínútun held ég. Fyrst sett hann inn gullfallega mynd af sér í jakkafötum, glænja mynd, og svo sett hann mynd af sér með fullt af svona fátækum börnum á Haiti. Þetta gerist bara á sömu 10 mínútunum. Í alvörunni? Rándýrt dæmi, sko. Hann gat ekki setið á sér og beðið aðeins eftir hinni myndinni. Nei, ég meina, þú veist, þegar þú býrð yfir tveimur svona myndum, þá er erfitt að setja á sér. Það ætti að geta sett tvær. Hann hefði eiginlega átt að skeita þeim saman, bara svona. Peista þeim svona, þannig að hann getur hálf og hálf. En þá fór ég að pæla, sko... Ég er fallegur, en ég er líka góður. Eitthvað svona. Nákvæmlega. Það er yfirskriftinni. Það hefur reynda verið mjög góð yfirskrift á þessar myndir. Fallegur en líka góður. En þú veist, hvað skiptir fólk oft svona prófílmyndir? Ég er mjög latur við það. Ég er líka. Ég finn eiginlega bara aldrei réttu myndina, sko. Nei, ég var eina skemmtilega, ég er í loppa og með smokk. Já, einmitt. Minnst þú skemmtilega, sko? Tölum ekki það, en... Það var einhver auglýsing fyrir eitthvað. Já, það var þarna smokkaherferðin. Já, þú veist að hvetja fólk til þess að... Nota smokk. Til þess að eignast ekki börn. Já. Hvað einkennir góða prófílmynd, Björn? Ég veit það ekki, sko. Mér veist...
svona... Ert þú meira að hugsa lookið á þér eða bara svona stemningin á myndinni? Sko, ég meira held í stemminguna því að sko, ef ég horfi mínar prófílmyndir þá ég oftast með einhverjum öðrum, sko. Þú veist, ég ekki með marga myndir þar sem ég eitthvað, bara með eitthvað kjötsvip, bara eitthvað að reyna að vera eitthvað sexy, sko. Nei. Þú veist, það svona meira stemmingin, sko. Ein af þeim uppstoppaðum hundi. Hundurinn minn uppstoppaður? Nei, þessi svarti þarna. Já, það bara hundurinn minn, hann lifandi, sko. Nei. Jú. Það? Já. Ég held að þetta væri gervihundur sem þú hefði bara fengið þarna. Hérstu það verið gervihundur? Þú er hitt hundir minn. Það er endari, já. Hann gelti á þig? Já. Hérstu það verið gervihundur? Nei. Þetta er hundurinn. Hann er sprelllifandi. Já, þú veist, ég er búinn að vera með þá prófílmynd mjög lengi, sko. Já. Ég sé, Níls, þú ert svona með, til dæmis, svona, þú ert annarkvort með fólki eða með eitthvað grín í gangi. Já. Og svona, já, það er svona einkennum mig, sko. Já. En svo er fólk sem er alveg bara að setja inn nýja prófílmynd bara næstu bara daglega og alltaf að séra þeim svona að reyna að fá einhvern like á þeir og eitthvað svona. Það sumir finnst það skemmtilegt, sko. Þetta er svona að vera ákveðin keppni, sko. Já, keppni að fá like. Fá like. Það er gott að fá gott like. Já. Sitja við góðan like. Já. Fá nokkur like. Galta like. Galta like, jafnvel. Að fá eitt galta like. Já. En like frá svíni. Já. En ég ég er samt, sko, maður ætti kannski að fara að gera þetta meira, sko. Skiptum prófílmynd. Ég held að það sé svolítið gaman, sko. Að skiptum prófílmynd. Já, fá like. Já. Ég er ekki alveg viss með það. Nei, kannski ekki, en ég þarf sjálfur og ég þarf að fara að vinna í mínum prófílmyndum hans. Þú þarf líka bara að fara að vinna í þínum málum, Kristján. Já, svo er það annað, sko. Þú ert með allt lóðrétt niður þig. Það eru fáum örstuð skilabóð. Þú farð á netið ef þið langar eitthvað búst. Taktu flugi spurningin er bara kvúst. Taktu flugi, það er nettilboð í dag. Með flugfélagi Íslands. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Vissið þið að Smál og Kreti er fyrir kóla? Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kreti, einföld þjónusta. Hrefna er alíslenskur hamborgari úr fersku íslensku hrefnukjöti sem fæst aðeins í takmarkaðan tíma á hamborgarafabrikunni. Hamborgarafabrikan, sími 5757575. Nú ætla ég að segja þér frá alveg einstökum nýjum bíl. Bíl sem á sér engan líkan. Hann mengar lítið, getur verið nær hljóðlaus og eyðir ekki nema 3,5 lítrum á hverja 100 kilometra í blönduðum akstri. Ég kynni til sögunar Yaris Hybrid, sparneytnasta, hljóðlátasta og umhverfisvænasta Yaris til þessa. Sjáðu borgina þagna, Toyota. Pepsi Max og Tuborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. Taktu þátt í vegabréfaleiknum N1, meira í leiðinni. Núna eru starfsmenn Símans fyrir vestan og ætla að gefa Samsung Galaxy S3 og Samsung X-Cover. Fylgstu með vísbendingum á Facebook og Twitter. Meira Ísland með Símanum. Það eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hlölabátar. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. N1 setur fjölvirk bætiefni í allt eldsneyti. Það tryggir meira afl, minni mengun og hreinni vél. Það er ekki sama hvar þú fyllir á tankinn. N1, meira í leiðinni. Það er falinn fjarsjóður á Snæfellsnesi. Fylgstu með vísbendingum á Facebook síðu Símans. Meira Ísland með Símanum. FM 95 á FM 95. Þetta er í annað skiptið í þessum þætti sem að þetta lag fær að hljóma en það er alveg svona, já, ok. Það er bara því að við fáum hluta af stefgjöldunum hans will.i.am. Nei, þetta var óvart. En gott lag einhvað síður, gott lag. Herðu, það er komin til okkar góður gestur og mjög líklega, já, mest fitt maður sem að ég hef allavega fengið í þennan þátt. Væga sagt. Ómar, velkomin. Takk ykkur. Crossfit snillingur. Já, þakkar. Úr Reebok fitness stöðinni. Jú. Hvað syngur í þér?
bara allt ljómandi. Reebok, CrossFit Katla, já. Já, nákvæmlega. Já, Reebok, CrossFit Katla. Ég halda hverjum. Þetta ekki einfaldasta nafnið. Nákvæmlega. Nei. En við náttúrulega fengum þig, ekki bara því að þú ert með glæsilegasta líkama sem ég hef séð. Þakkaði Pétur, þakkaði kella. Heldur líka til þess að, svona í tilefni af því sem var að gerast hjá Anni Mist helgina, til þess að varpa ljósi á bara hvílíkt afrek þetta og svona. Þetta alveg magnað. Fylgdist þið eitthvað með þessu, eða? Ekki neitt, nema bara með fréttum, sko. Ég sá ekkert frá þessu, en svona... Bara fyrirsagnir, sko. Já. Nefnilega, þetta sko magnað út af því að þetta er nýtt sport og þetta er fyrsta skipti sem er íþrótt sem reynir á allar líkamlega getu. Já. Og náttúrulega öðrulega því hún er að vinna þetta tvisvar röð sem er fyrsta konan í heiminum til að geta gert það. Já. Og það er alveg reynt á allt, sko. Hún var að hlaupa og synda og lifta og lemja og allt, sko. Já. Hvernig var þetta aftur? Mótið byrjaði eitthvað fyrr en það átt að gera það eitthvað, svoleiðis var það ekki? Jú, það er hefðin í CrossFit er að þú sett undirbúið fyrir óvænta. Já. Og þegar keppendur skráðist inn á þriðjudaginn í síðustu viku, þá var sagt bara í matarboðum kvöldið keppnin byrjar ekki á föstudaginn, heldur á morgun. Og það er með þríþraut. Það hefur aldrei áður verið hjól og það var smá sjósund í fyrra. Já. En núna var 700 metrar sjósund, hjól á einskýra hjóli gegn drullu og fjöll. Já. Og svo hlaupi yfir eitthvað fjallveg, 11 kilometra. Bara komið með haspurur að heyra þetta. Já. Og svo eitthvað trautabraut eftir það. Þannig að þetta var óvænt. Byrjaði einum degi áður. Já, og hún svona gekk aðeins burðsögulega framan að vera ekki og reif sér svo hressilega í gang. Jú, eiginlega bara svipa á í fyrra. Þá var svona nýjar greinar eins og sjósundi og eitthvað sem reynir á svo margt annað. En hún stóð sig alveg vel þar. Hún var svona í topp, ég held að hún var í topp 15 í fyrstu greininni. Já. Af eitthvað 40 held ég. Já. Og svo bara reif hún sig upp þegar kom með þessu hefðbundna CrossFit og... Já, er hún bara langbest í heiminum eða? Hún var allavega yfirgnæfandi þarna. Já. Með því að vinna þetta tvisvar, það var ekki hægt að segja hún að vera heppin endilega í fyrirskipti. Nei. Held að menn verði ekkert heppnir í svona kannski. Nei, aldrei. Hún var bara heppin. Já, það var heppnir heimil. Hvað er það sem gerir hana svona góða? Er þetta bara svona að hún æfir bara svona brjálæðislega eða er hún bara nöyt skén? Ég sé hún sem með hausinn í þetta bara. Það er svolítið mikið hausinn líka og hvernig hún æfir. Náttúrulega síðan hún fór út fyrst 2009 þá hafði hún ekkert verið að keppa ekkert æft CrossFit neitt. Þá hefur hún verið með mjög góða þjálfara síðan þá sem eru bestu CrossFit 5-leika þjálfarar og þjálfarar eða með þeim best allavega, mjög góði þjálfarar sem hún er með mjög mikið og er búin að ferðast með þeim fórum allan heim í fyrra og er með mjög stíft æfingaprógram þar sem hún er alltaf að vinna í veikleikum og vinna í því sem hún er góði líka. Já. Og hún alltaf fekk alveg þvílítið verðlaunafé en það hlýtur að fylgja þessu einhver svona hún alltaf bara fræg í öllum CrossFit heiminum og víðar og væntanlega fylgja því einhverju auglýsingasamningar eða eitthvað svoleiðis. Já, hún er bara ég held að sé risastóra auglýsinga henni á LAX flugvellinum og bara allstað Reebok auglýsingum allan heim. Já. Það er hún. Já. Ég býr bara eftir að hún er bara að gera Hollywood-samningu þennan ef hún fyrir JLN og eitthvað svona þannig að allir viti hver hún er. Já, er það ekki bara... Hún er alltaf rosalega mögnuð kona. Hún er það, hún er rosalega mikil útgæslu fyrir henni, hún er svo skemmtileg í framkomu og alltaf jákvæð þegar hún er í fjölmiðlum og kemur fram. Já. Þannig að það ber með sér alveg helling. Já. Það er rétt. En hversu stórt er CrossFit-sportið orðið í heiminu? Þetta er náttúrulega frekar ung íþróttagrein. Í Bandaríkjunum er þetta orðið mjög stórt. Það er ekki það að allir í Bandaríkjunum viti hvað CrossFit er. Nei. En þetta er svona orðið útbreiddast þar. Já. Og svo Íslandi náttúrulega. Já. Það er valla Íslandingur sem veit ekki, allavega hefur ekki heyrt hugtakið CrossFit. Já. En ég held þetta sé að verða, þetta er búið að stækka svo hratt. 2007 var þetta bara í einhverjum búgarði. Já. Bara lokal og mjög fáir. Já. Eitthvað grill og svona bara mjög létt, nett. Já. Og svo er þetta orðið núna þannig að það var uppselt í 8.000 manna stúku í LA. Og næsta ári verður þetta bara stækka. Þetta stækkar svo hratt núna og í fyrra þá gerði Reebok auglýsingasamning við CrossFit. Þannig að þeir setja alveg gífurlega fjármuni í að auglýsa CrossFit. Já. Og er að kynna þetta núna þessa ári allan heim og er að fara með svona stóra gáma eins og Anni fékk hingað og er bara með gimmi og er að prómóndra þetta í öllum stærstu borgum í heiminum. Þannig að þetta er orðið, það keppt allan heim í CrossFit. Nákvæmlega. Ég held ég hafi séð gáminn. Já. Takk. Það var 17. júni niður í bæ. Já, ok, nei, ég sá hann ekki þá. En ég sá hann bara einhvers staðar. Það sást hann bara einhvers staðar á lampi. Já, nei, ég var að keyra framhjá og þá sá ég myndi Reebok CrossFit Katla gáma.
Já, Reebok CrossFit komur. En sko, svona... Rauður það ekki? Aðrar íþróttagreinar svolítið þannig að, þú veist, ég meina það bara fótboltaleikur í 90 mínútur og hann flautar á og flautar af, en þarna segir, þú veist, það bara allt í einu byrjað á að láta fólk synda og hjóla og hlaupa, þú veist, hvað bara allt gert í CrossFit, eða? Það allt gert í CrossFit, já. Þetta til að, æfingakerfið miðar að því að undirbúa til að geta tekist á hvað sem þannig að þú átt að geta hlaupið hraðar en sterkustu menn og lift þyngra heldur en bestu hlaupararnir. Þannig að það svona æfingakerfið miðar að því. Já. Það alltaf eitthvað nýtt. Eins og núna voru þið með einhverja múrsteina sem þið voru að berja með sleggju áfram. Já. Og kasta bolta, einhverja vegalendir. Já. Og alls konar nýjar íþróttir. En fáðu þið ekki að vita fyrirfram eins og í þessari stóru keppni í hvað þau eru að fara? Það misjafnt milli ára. Í fyrra var ekkert gefið upp og eina greinina fengu, í fyrra fengu að vita eina grein, úrslitagreinina bara nokkur sekúndum áður en að gera hana. Það var bara þeir að gera þetta og byrja. Já. Núna var gefið út 70% af keppninni fyrr í vikunni. Já. Síðustu viku. Þannig að það geta aðeins svona sett hausinn í þetta. En þú hefur nú keppt svona á svona mótum sjálfur, svona þessum CrossFit mótum, hvernig eftir svona nokkra daga keppni líkaminn ekki bara gjörsamlega dauður eftir þetta? Jú, það tjónast svolítið vel. En eins og þarna á CrossFit-leikunum, þarna úti, þar eru nuttarar og sjúkraþjálfarar og ískör og allt, þannig að það aðeins svona meira, já, bara beint eftir erfi. Það þægilegt. Beint og ískar. Svo ekki alltaf mikilvægt að borða rétt? En það ekki alltaf? Jú, mataræðin er alveg stór hluti af þessu. Það þú færð sixpack í eldhúsinu, ekki í rektinni. Einmitt. Þetta eru góðar. En finnur við hérna, er Íslendingar orðnir CrossFit óðir? Er fólk farið að mæta meira í kjölfarið á þessu og svona? Já, allavega áhuginn búinn að aukast mjög mikið. Já. Og fólk svona að gera sér grein fyrir að getur hver sem stundað CrossFit. Já. Og þeir sem í keppnisíþróttum fara oft í CrossFit til að undirbúa sig í svona off-season tímabilum. Já, einmitt. Til að vinna upp veikleika. Mörg íþróttalið taka CrossFit með sinni þjálfun. Já. Og að ná miklu meira árangri með að vinna í öllum líkamannum. Já. Þetta ekki líka, þetta meira en líka bara oft íþrótt fyrir fólk að kemur og það svo mikið oft svona félagslíf og ýmislegt kringum þetta. Jú, það náttúrulega einmitt. Samfélagi heldur fólk. Svona samfélagi einmitt sem svona svolítið heillandi. Mórall. Góð mórall. Já, það svona, það vilja allir að þér gangi vel. Já. Þannig að þegar þú ert búinn að gera þína æfingu þá ert þú farin að hvetja næsta mann og öfugt. Þetta svolítið eins og fyrir fólk sem var að æfa íþróttir kannski í svona hópíþróttir. Finnur sér svolítið kannski í þessu? Já, nema þetta svona sjálfur fann ég mig aldrei í hópíþróttum, svona fótbolta eða körfubolta. Þarna byggist svo mikið á minni getu og ég alltaf að bæta sjálf á mig, ekkert endilega fyrir hópinn, en ég fæ samt stuðning frá öllum og það það sem að ýtir fólki áfram. En við sáum það nú heldur betur í tíndikynslaunni vetur, þá varstu náttúrulega með okkur Nilla og Nilli, þú varst nú ekki í besta forminu í byrjun. Nei. En það getur hver sem farið í þetta sama hversu í slöku forman í. Já, og ég held að ég telli, þó ég segi sjálfur frá, ég sé mjög gott dæmi. Ég gæti ekki hreyft mig svo í byrjun. Á 9 vikum, þá varstu farin að geta lyftir upp, hýftir upp. Ég fór eins og grunnnámskeið í svona, það var mjög gaman. Já. En þú fyrst ekki bakteríuna, Kristján? Nei, svo bara eins og gerist, þú er svo latur. Tímasetningarnar hendur ekki alveg. Þetta er ekki helst afsökunni í bókinni. Jó, örglega. Ég samt, alltaf eitthvað, sko. Ég samt að hugsa að byrja aftur, sko. Já, gott endilega. Ómar ógeðslega góður hvetjari. Hann bara, sko, það magna. Hann svo jákvæður. Hann takast að samfara mig, það. En eru það að æfa úti í svona veðri eins og núna? Sjálfsögðu. Hvað gerir þið þá? Það bara, þetta plan fyrir utan í okkur, hann Köllu. Þannig að við hendum bara lóðunum og búnaðinum út þegar við getum. Já. Ef æfingarnar henda þannig og ef það er svona góð spá, þá bara gerum við æfingar sem hægt að gera úti. Hlaupa út, túnandi fyrir neðan og maður bara reyna að leipa fólki út. Það ekki 500 metrar hringin? 500 metrar hringurinn er klassískur. Sem var misjafnt 400 eða 500 metra. Já, svona eftir hvernig æfingin leit út. Og það geta allir mættu eða hvað upp í Reebok CrossFit Kalla núna eða er eitthvað námskeið að hefjast eða hvernig það er alltaf grunnnámskeið að hefjast hjá okkur. Þeir byrja í hverju viku. Já. Og þetta er öðruvísi kerfi okkur heldur en annars þar. Þú ert ekki bundinn til að vera á okkur ákveðnum tímum. Nei. Þú bara mætir þegar þér hentar. Já. Mismunandi tímum. Það er að byrja námskeið hver einustu viku. Er ekki rosalega mikilvægt að taka grunnnámskeið? Jú, það er mjög mikilvægt. Bara þótt þú ætlar ekki í CrossFit að taka grunnnámskeið í CrossFit, þá ertu að læra að gera alla lyftur og pressur og skalanir og gera líkasþyngdaræfingar og ólympíska lyftingar sérstaklega. Og það er bara svo mikil tækni sem hún lærir á þessu og lærir bara beita þér rétt. Þótt þú hættir í CrossFit, þá allavega getur þú farið í gymmið og lært betur að beita þér. Nákvæmlega. Þetta er snillt. Hvetjum alla til að kíkja á það. Ómar, þakka þér kærlega fyrir að koma hérna til okkar. Mikið var gaman að sjá þig, vinur. Ég vil sjá okkur oftar.
þegar fara að koma á æfingar. Ég, sko, þegar ég er búinn að hlaupa marathon næsta mánuð, þá þarf ég þá verður að fara að kjöta þig, fara að herða þig. Þá verður ég orðinn hræ í vexti, þá þarf að fara að lyfta aftur. Já, en þú veist, gott að vera komið með góðan hlaupagrunn og taka marathonið. Nákvæmlega. Búinn að byggja upp þol. Já, þá er ég búinn að byggja upp þolið, en við ætlum að halda áfram með góða tónlist. Tónar frá Jóni Jónssoni og félögum. Rosalega fínt lag. Rosalega fínt lag. Fólk heldur örugglega að ég sé alltaf við að spila þetta. Þú ert alltaf að því. Það var löngu búið að taka þetta út á playlistanum hérna, sko. Nei, þetta er nú bara í ofurspilun hérna, þegar þetta er vinsælt lag. Til að mikið með það, Kristján. Takk fyrir það. En við sko, hérna á milli laga, þá stundum spilaðar auglýsingar og við vorum að heyra Toyota auglýsinguna. Toyota? Já, Kristján, þú vildi meina að það var hægt að sko þjálfa sig upp í að tala svona eins og Egill Ólafsson. Já, ég held að þessu part jeans, eitthvað sem hérna hlutafgén alltaf og svo... Part jeans? Ég er hérna að orða þetta á íslensku, það bara kom bara á ensku í hausnum á hann, ég veit ekki af hverju. Meðfætt? Já, þetta er part með, hérna... Hluta til meðfætt, já, nákvæmlega. Og hérna, og helmingurinn, þú veist, og ég held að setja þjálfa, ef þú ert með meðfætt, skilur, og þjálfar þig, það verður miklu betri. En ég held að setja samt að komast mjög langt bara með þjálfun, sko. Og hvernig væri þinni svona Toyota? Minn? Það væri einhvern veginn... Nú eru allir bílar fáanlegir í... En það er svona meira leikrænir til. Nú eru allir bílar fáanlegir í mörgum litum. Já, þetta er ekki... Er það svolítið þannig? Toyota, tákn gæði. Þetta er ekki fjarrið, sko. Nei. Neili, hvernig væri þú sem Egill Ólafsson? Hvað sagðir þau? Toyota. Nei, ég ætla um undan. Ég sagði bara eitthvað bull, eitthvað. Nú eru allir bílar fáanlegir í öllum litum. Já. Eins og það. Nú eru allir bílar fáanlegir í öllum litum, stærðum og gerðum. Toyota, veldu gæði. Þetta er nú bara eins og einhver gömul kona sem er búin að... Gömul kona sem er búin að vera að spila bingo og drekka í 7 ára. Allir bílar á öllum... Allir bílar hjá Toyota. Kristján er dauður hérna eftir þetta. Hvað er það dýpsta sem kemst með röddina, Nelly? Nú eru allir bílar hjá Toyota. Hvað er þetta einhver óperudraugur? Hvað meinar þið? Nei, þetta er fallegt. Hversu djúpt kemst þú? Ég kemst ekki djúpt, sko. Nú eru allir bílar. Það er bara svona, sko. Þetta er allt í fyndinni, þessi. Nú eru allir bílar fáanlegir. Ég er með frekar high-pitch voice. Nú eru allir bílar hjá Toyota. Byrju, þarna ertu, Nili. Hvað er með það? Nú eru allir bílar hjá Toyota sem fást í öllum regnbogans litum. Toyota. Veldu gæði. Íslensku Japan eða eitthvað. Nú, allir bílar. Já, Nili, þetta er allavega dýpri rödd, sko, en þú er líklega lokaðurinn á stofnunum ef þú myndir tala svona. En alltaf myndi, þú veist, hversu mikið áhrif hefur rödd samt á fólk, skilur við? Mjög mikil. Það væri bara eitthvað, nú eru allir bílar á öllum litum, Toyota, táknum gæði. Muni ekki til gullbarkanum í Bandaríkjunum, það útigangsmaðurinn sem var með gullröddina. Það var rosalega saga. When we see you, eitthvað svona, það er alveg með svakalega rödd. Geggjaður. Herru, það styttist í lokin hjá okkur, en fyrst fáum við lag, þetta er Gavin DeGraw í FM 95B á þessum sólríka og yndislega mánudegi. Björn Bragi, Kristján Sturla og Nilli hafa verið með ykkur frá klukkan 4, en það er komið að enda. Já, ég laka til að fara út í sólina. Við erum á endastöð. Dagur að kveldi komin. Ég vona ekki of miklu kveldi. Ég vona þessi smá sól. Hvað ætlaði að gera á eittir? Ég ætla að finna mér garð, ég ætla að svifta mér klæðum og ég ætla að henda mér í grasið. Já. En þú? Ég ætla að jafnvel að færa á fjallgöngu. Fjallgöngu? Já, ég er búinn að segja það svo oft, sko. Svo ég sagði, já, nú ger ég það, sko. Bara að lappa upp á eitthvað fjall. Það er svolítið gaman, sko. Já, ég veist ekki um það. Setjast í móa eins og ég er búinn að tala svo mikið um. Já, þú ert búinn að tala mikið um móa. Ég liggja í móa með strá og hugsa um framtíðina. En þú, Níels? Ég bara hitta einhverja góða vini, held ég. Það er ekki að fara að hitta einhverja píu? Nei, ekki kvöld. Er það ekki það sem ungir menn gera? Jú. Ég held að. Strákar, það var unaður að vera með ykkur inn. Sömuleiðis, vinnur. Heyrið þetta? Já, þetta eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hlöllabátar. Núna eru starfsmenn Símans fyrir vestan og ætla að gefa Samsung Galaxy S3 og Samsung X-Cover. Fylgstu með vísbendingum á Facebook og Twitter. Meira Ísland með Símanum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. I look into your eyes. It's like watching the night. And just like them, well, I won't give up.